Í þessu myndbandi ætlum við að skoða svokallaðar krosstöflur sem sýna okkur tíðnidreifingu eftir tveimur breytum og oft önnur þeirra er kyn en það getur verið eitthvað annað. Og það sem við ætlum að nota til að æfa okkur á krosstöflum er dæmi sem er hægt að finna á glærupakkanum sem er inn á Moodle. En svo er líka bara gott ef þið eru að búa ykkur til glósuskjal að bara pása myndbandið og pikka upp textan í dæminu. En dæmið er svona: 1005 manns svöruðu spurningu hvort þau væru ánægð með störf forseta og afstaða kynjanna var borin saman. 593 konur svöruðu og 489 þeirra svöruðu já, en 44 svöruðu veit ekki. Af 412 körlum sem svöruðu 145 nei, en 28 svöruðu veit ekki. Við ætlum að byrja því að búa til krosstöflu sem sýnir afstöðu kynjanna með tíðni. Þannig að við byrjum á því að gera hérna bara krosstöfla sem sýnir tíðni. Og við þurfum að setja þetta upp þannig að við erum með dálk fyrir konur, dálk fyrir karla og svo samtalsdálk og svo línu fyrir já, línu fyrir nei og samtalslínu. Þannig að við höfum einn auðan reit hérna og skrifum hérna konur, karlar og samtals. Í línu fyrir neðan setjum við já, þar fyrir neðan nei og svo veit ekki og samtals neðst. Mér finnst oft gott að feitlitra fyrirsagnir og setja hérna smá svona línur fyrir ofan og neðan. En það er svo sem bara smekkur. En þið getið gjarnan pása myndbandið meðan þið gerið þetta sem snöggvast. Þegar það er tilbúið þá ætlum við að fara að setja þessar tölur inn í töfluna. Við vitum að það eru samtals 1005 manns sem við skulum geyma aðeins að skrifa það inn. Við vitum að það voru 593 konur sem svöruðu og það er þá 593 konur samtals. Þannig að við setjum þá tölu hér, 593. 489 þeirra svöruðu já. Þannig að við setjum það hér, konur og já. 489. Það eru konurnar sem svöruðu já. Svo voru 44 konur sem svöruðu veit ekki. Þannig að það kemur hérna í næstu línuna. Þetta er rétt fyrir ofan samtöluna. En þá vantar okkur að fá að vita hvað voru margar konur sem svöruðu nei. Já, við vitum að það voru 593 í heildina. Við vitum að 489 svöruðu já og 44 svöruðu nei. Þannig að talan sem okkur vantar hérna upp á, það hljóta að vera þær sem svöruðu nei. Og við getum fundið hana ekki með því að taka upp ykkur reiknivél eða reikna þetta á símann eða eitthvað svoleiðis. Heldur notum við formúlu í Excel. Við gerum það jafnt og við smellum á samtöluna 593. Við drögum frá 489 konur og við drögum líka frá þessar 44 konur og eftir standa 60 konur sem svöruðu nei. Það voru það karlarnir. Við vitum að í heildina voru 412 karlar. Þannig að við skrifum 412 karlana í samtals. Nú, við vitum að 145 þeirra svöruðu nei. 145 svöruðu nei. 28 svöruðu veit ekki. Það er hér. Og við reiknum út fjölda karla sem svöruðu já með sama hætti eins og við gerðum þegar við reiknum fjölda kvenna sem svöruðu nei. Það er að við setjum formúlu í jafnt og, smellum á heildarfjöldann, drögum frá, bandstrik fyrir mínus, drögum frá þær sem svöruðu nei og drögum líka frá þær sem svöruðu veit ekki. Þá sem svöruðu nei og þá sem svöruðu veit ekki. 239. Og það voru ekki fleiri kyn greinilega sem tóku þátt í þessari könnun. Þannig að það er engin önnur kyn sem við ætlum að setja í dálkana. Nú, samtals erum við með, við þurfum að vita hvað margir sem svöruðu samtals já
og það langbest að nota bara AutoSum til þess að gera það. Og þegar við erum búin að búa til eina svona summu sem leggur saman 2 reyti í sömu línu, þá getum við nota fill, hérna litla kassan í horninu, til þess að draga hérna niður. Þurfum ekki að hafa útlitsmótunina, bara formúluna. Þá fáum við samtalsorðið 728 sem svöruðu já, 205 samtals sem svöruðu nei og 72 sem svöruðu veit ekki. Og ef við setjum hérna í heildarsummuna, samtals, þá getum við nota líka AutoSum. Og sama hvort við leggjum saman dálkana eða línunar, það ætti að komast að sömu niðurstöðu að heildarfjöldin var 1005 sem eins og það sem var gefið. Næst ætlum við að búa okkur til krosstöflu sem sýnir hlutfallstíðni eftir kyni. Langar með að mjókka aðeins þennan hérna dálk svona sé ekki alveg svona, það ekki svona mikið pláss. Og við skulum taka hérna þessa töflu hérna sem við erum búin að búa til. Við skulum afrita hann, bara Ctrl+C til að afrita hann. Þetta er bara copy eins og í forritum heilt yfir, alltaf það sama. Og þegar við erum komin inn í reit F8 þá ætlum við að íta bara Enter eða gera Ctrl+V til að líma. Þannig við erum komin með töfluna alla aftur. Ég ger þetta fyrst og fremst til þess að við þurfum ekki að gera nákvæmlega sama hlutin alveg aftur. Þannig að við nota töfluna svolítið sem grunn. Nú ætlum við að búa til krosstöflu sem sýnir hlutfallstíðni eftir kyni. Þannig að við förum hérna í reit F8 aðtöða þó að standi hérna tíðni að virðist vera í dálki H, en orðið tíðni er samt skrifað í reitin F8. Þannig að ef við ætlum að breyta textanum sem skrifast þarna, þá þurfum að fara í F8 og hérna breyta textanum þar. Nú ætlum við að breyta þessu í krosstöflu sem sýnir hlutfallstíðni eftir kyni. Og við notum töfluna bara eins og hún stendur, en, það sé ekki þetta, ég er að fara allt og langt, en við notum bara shift og öruleglana hérna til þess að velja allar tölurnar í töflunni og eyðum þeim. Ok, þannig að nú erum við komið með tóma töflu, við höfum bara hérna fyrirsagninnar en enga tölur. Hér í þennan reit get 11 ætlum við að reikna hlutfallstíðni kvenna. Það er að segja, ætlum að finna hvað konurnar sem sögðu já er stórt hlutfall af öllum konunum sem sögðu. Þannig að við gerum hérna jafnt og við tökum hérna þess að tölu 489 hérna og við deilum með heildarfjölda kvenna sem er 593. Þannig að við smellum á 489 og skástrik til að deila og smellum á 593. Ok. Þá erum við komið með hérna vísun í B14, en nú ætlum við alltaf að deila með heildarfjöldanum í þessari samtalslínu. Þannig að línan á að vera föst. Þannig að við förum hérna fyrir fram að 14 þegar það er línunúmerið og við setjum dollaramerki þar. Og þá erum við búin að festa línunúmeri hérna. Við erum búin að fá þá að hlutfallstíðni kvenna sem segja já eftir kyni, þar að segja að konur sem segja já eru 82% það bil af öllum konum sem svöruðu. Eða 0,82. Nú getum við farið hérna á fill, hérna niður í horninu og dreigið hérna niður, allalega niður í samtals og við veljum að gera fill without formatting, sem við ætlum ekki að láta útlegsmótorinn að fylgja með. En við ætlum að enda þetta á því að breyta þessi yfir í prósent og bæta við kannski einum aukastaf. Þannig að ef þetta er allt rétt gert, þá ættum við að fá út að samtals er þetta 100%. Við getum alveg eins líka að nota AutoSum til þess að reikna þessa summu. Það virkar alveg. Við vorum samt í þessari formúlu, ef við skoðum til dæmis þessa tölu hérna 7,4. Þá vorum við með formúlu sem að deilir með alltaf heildarfjölda kvenna.
en við festum ekki B-dálkinn. Það til þess að þegar við erum búin að gera þessar formúlur hérna fyrir konurnar, þá getum við farið hérna í fylltakkan hérna niðri, kassan og dregið til hliðar og þá afritast formúlurnar og verða alveg réttar fyrir kallana líka. Þannig að núna fáum við hvað 239 karlar stórt mörg prósent af 412 með því að gera þetta svona. Af því að formúlurnar færast með. Svo viljum við fá að vita líka samtölunar hérna og nú þurfum við að passa okkur rosalega vel. Þetta skiptir afskaplega miklu máli. Núna megum við ekki nota autosum. Við megum ekki nota summu skipunina. Vegna þess að það bara harðbannað að leggja saman þessar tvær tölur núna. Það skilar engri vitræðni niðurstöðu. Ef ég myndi nota autosum hérna til að reikna út og fengi 140%, það bara klikkað. Þannig að við ætlum ekki að gera það. Frekar ætlum að reikna út hlutfallstínuna hérna með sama hætti eins og við gerðum í hinum tveim dálkunum. Þess að við ætlum að gera hérna jafnt og heildarfjöldi þeirra sem sögðu já, deilt með heildarfjölda svarenda í heildina. Og alveg eins og áður þá ætlum við að hafa dollaramerki hérna fyrir fram á 14. Og ef við draugum þetta hérna niður, það kannski ekki alveg svona langt, bara fyrstu 3 ár, og veljum fill without formatting, þá fáum við að við fáum hérna þessa prósentuskiptingu alveg eins og í hinum dálkarum. Setjum þetta í prósentur og höfum einn öngastaf. Þannig að nú erum við búin að komast að því að 82% kvenna sögðu já, 35% karla sögðu nei, 7,2% allra svarenda sögðu þau vissu ekki. Ok, fínt þá getum við búið okkur til þriðju krosstöfluna, síðustu krosstöfluna. Þannig að við skulum taka þessa krosstöflu sem við erum búin að búið til og gera copy og líma hana hérna til hliðar. Ég ætla aðeins að mjólka þennan dálk svo hún sjáist. Og hérna ætlum við að búið til krosstöflu sem sýnir hlutfallstíðni eftir afstöðu. Ekki eftir kyni, heldur eftir afstöðu. Þannig að hér ætlum við að breyta kyni yfir í afstöðu. Ok. Og alveg svo áðan þá ætlum við að eyða tölunum öllum út. Bara veljum allar tölunar hérna og eyðum þeim út. Ok. Þá fyrir við að reikna þessar hlutfallstíðni og nú förum við aftur í reitin sem fyrir konur sem svöruðu já. Gerum jafnt og. Nú ætlum við að taka aftur konur sem svöruðu já hérna úr fyrstu töflunni. En við ætlum ekki að deila með heildarfjölda kvenna, heldur heildarfjölda þeirra sem svöruðu já. Og nú gerum við deilt með og við smellum á heildarfjölda þeirra sem svöruðu já. Og núna ætlum við alltaf að deila með fjöldanum sem í þessum D-dálki. Sem þýðir það að í formúlunum okkar hérna, í þessum reit, ætlum við ekki að setja dollaramerki framan 11, við ætlum ekki að festa línuna, heldur ætlum að festa dálkin. Þannig að við förum hérna á undan D-inu og setjum dollaramerki þar. Ok. Þá fáum við 67,2% af þeim sem svöruðu já eru konur. Og ef við drögum þetta núna til hliðar, þá fáum við sambærilega tölu fyrir kalla. Þannig að ef við skoðum formúluna, þá erum við að taka fjölda karla sem sögðu já og deila með heildarfjölda sem sögðu já. Við erum að reikna hlutfallstíðnina eftir afstöðu. Og summan sem við fáum hérna, við megum núna leggja saman. Núna megum við leggja saman eftir línunum vegna þess að í heildina ætlum við að hafa 100% í lokin. Þá erum við búin að stilla formúlunum. Við getum notað fill alveg eins og venjulega til að draga þetta niður og notum fill without formatting, tökum formateringunum burtu. Og það sem gerist þetta að við sjáum núna að þetta fylgir alveg, tökum hérna konur sem sögðu nei,
deilt með öllum sem sögðu nei. Hérna karla sem sögðu veit ekki, deilt með öllum sem sögðu veit ekki. Við sjáum alveg bara hvernig þetta fylgir. Og þá það þessi síðasta lína, samtalslínan, alveg eins og áðan, það harð bannað að nota autosum hér. Það bara má ekki. Og þið verðið að geta kveikt á því, kveikt á skilningnum. Ef ég myndi nota autosum hérna, þá myndi ég fá þarna einhvers staðar 150%. Það ekki vitræn niðurstaða. Það getur bara ekki passað. Frekar ætlum við að reikna þetta með sama hætti eins og við gerðum í hinum línunum. Það að segja, heildarfjöldi kvenna deilt með heildarfjölda allara þeirra sem svöruðu. Og við ætlum að festa dálkinn. 59% allar sem svöruðu voru konur. Við getum notað fylg til að fara hérna til hliðar. 41,0% allra sem svöruðu voru karlar. Við sjáum formúluna. Og hérna getum við lagt saman hérna. Summan af þessum tveimur 100%. Það á að passa. Þannig að við erum komið þrjár krosstöflur sem sýna krosstöflur sem sýna tíðni, sýnir hlutfallstíðni eftir kyni og hlutfallstíðni eftir afstöðu.